She has me like a bird sees when I am weak. I've been locked inside your heart-shaped box. Hæ, Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir. Vilt ekki reisa aðeins við og vera svona... ég bara í þjáist að einhverju síþreytur sko. Geta það ekki. Þú varst reyndar að lúðra í þig hambúrgara. Ég veit það, ég var áður en að ég gerði það, þá var ég ógeðslega svangur og ég eiginlega bara borðaði yfir mér sko. En svo ég líka bara ógeðslega þreytur, bara Já, þetta er svona blanda. það er rosa mikið, já, bara þreyta sko. Já, viltu ekki fá þér einn monster? Jú, hann er að tegja hann. Pick you up. Nei, það er langt í hann. Ég get alveg að labba og náði hann. Já, En það var bara þögn á meðan. Já, náði hann. Náði hérna eitt hvítan. Svolítið að vinna með hvíta þessa dagana. Þarna. Er hann kaldur eða? Já, náði eitt svona ískaldan. Alltaf þú að taka grænan eða? Ég ætla að taka græna. Vá. Thank you. Hvað gerist? Hvað gerist? Allt kókið maður, heldist á sófa. Ég er með kók líka. Allt kóki á sófan? Jöfn. Anskotans djöfull. Hvað er að gera? Það er tusku. Já, náði tusku. Vertu snöggur. Herru, þetta náðast á kameru. Benedikt heldi heilu Coke Zero yfir allan sófan. Ég veit ekki alveg hvað við gerum í því. Við lefum bara kókinu að þotna í sófanum. Og vorum bara að lefa kókinu að þotna í sófanum. Og hann er ekkert að þurrka með einhverju Ég tusku. ætla að teppa að leggja þetta þannig svo ég geti sest í þetta. Teppa leggja þetta. Svona. Þetta er, já, þetta er flott svona hefur. Fæ ég ekki kalda kók á rassinn, sko. Já. Herðu. Ertu búin að drekka svolítið Coke Zero Zero í sumar eða? Já, fór líka headphone kók. Já, fór Coke á headphone. Já, já, svona getur gæst. Það góða við Coke 00. Góða við Coke Verður Zero ekki klístrað. Nei, Sigurlaust. já, Koffínlaust. og líka, já, ég veit, ekkert koffi. En ég þarf koffinni núna, sko. Já, dælum okkur. Ég þarf að fá mér koffín og aðeins að ná mér í gang. Já, hérna... En það eru alveg margir samt að hlusta sem eru þreyttir eftir sumarið, sko. Ég get ekki verið svo eini. Eftir sumarið. Þú ert náttúrulega að reyna að halda lífinu gangandi því að þú og fjölskyldan er að fara til Danmörkur. Já, við ætlum að skella okkur einu svona fjölskylduköpinn. Já, þannig þú verður að eiga einu aukar líf, sko. Ég sagði frá því að við varum að fara til köpinn. Þú varst bara, yes, það er svo gaman. Já, Þetta ógeðslega er svona ekta fyrir fjölskyldu með vagna og eitthvað. ógeðslega gaman, það er bara snild. Ég bara öfundaði mjög mikið. Ég var aðna senasta sumar. Já. Og bara ég myndi segja að köpinn væri örugglega ég ætla að fara svo langt að segja að þessi uppáhaldsborgi mín, sko. Já. Ég veit ekki hvað önnur borg ætti að vera númer 1, sko. Eitthvað London Nei, London er fín, sko. eitthvað, ég veit ekki. Það er bara svo gaman í köpinn. Það er einhvern veginn allt til alls að góðu matur, góðu bjór, Já. gott kaffi, bara, þú veist, það er stutt í allt. Þú getur labbað og tekið hérna neðan á lestina og bara æðisleg borg, sko. Að þú ert með fullt af pointers. Já, það er mikið af skemmtilegum leikurðum hana sem þið getið farið á eiginlega allstaðar. Eitthvað vísindasafn fyrir eldri strákinn og Ég hugsaði sko, við vorum eitthvað að pæli að hoppa eitthvað og ég sá eitthvað svona hopp tilbúið til tenni og ég fór í Nei. sund á Eskifirði með Magnuðu litlu eins og ég hugsaði, ég ætla ekki að fara með henni sund í svona ár. tenni er búið, sko. Hún er stjórnlaus í sundi. Já, Hún tenni er er alltaf búið. að drekja sér. Já, tenni er búið, sko. Það er búið, það er ekki búið, það er bara ekki að hendar okkur ekki alveg. Nei, tenni er búið, sko. Ég finn það. Og hvað kemur í staðinn? Það á eftir að finna annan stað, sko. En já, tenni er búið, sko. En betur, hvaða stað finnur yfir vetratíman sem er bara eitthvað næs? Meina, tenni er bara hluti af þessum Kanari eyjum. Þú veist, það er að fara til Já, það er Cape Verde svo sem. Já, Cape Verde. Það er aðeins lengra flug. Það er lengra flug, vissulega. 40 mínútur lengur eða eitthvað. Já. Nei, en þú veist, eins og bara Kanari. Kanari er, já. Bara Grand Canary. Það er ennþá inni, sko. Það er bara ekki svona... Það er bara númer 2, skilur. Já, en það
Svo líka bara, ekki Íslendingur svolítið að fá leið á hitanum sko? Eru ekki fann að sækja meira í bara að fara eitthvað sem er bara svolítið svona jú, hlýtt en ekki oflýtt? Já, jú þú sér það bara hvernig fólk hvað voru margir í útilegu að brasa sko það er náttúrulega ekkert gaman að vera of miklum hita það er ekki nóg gaman sko. Nei, ég funkar rosa illa í miklum hita þá bara leki niður og það er engin orka þar sko ég ofta öfunda fólk sem fyrir Flórida sko, að því ég hef aldrei komið þangað það er eitthvað svona þú veist, alltaf heitt, þú getur farið þar einhvern veginn páskana og yfir vetrartíman og eitthvað svona en ég get ekkert mælt með Flórida því ég hef aldrei komið þangað það er alltaf svona kannski aðeins öðruvísi, þú ert ekkert eitthvað að spókaði mikið, þú ert bara í bíl svolítið að keyra á milli staða það er nú með Ameríku heilt yfir sko já. Þannig að Evrópa er alltaf helviti næs sko ég myndi segja svona ég er mikill Ameríku maður, elska Ameríku og matirnar og bara Amerikanar eru ógeðslega jákvæðir og skemmtilegir en ef ég þyrfti að velja bara mátt aldrei fara til Bandaríkjanna eða aldrei til Evrópu og mátt bara fara, þú veist, á annan staðinn þá held ég að ég myndi velja Evrópu sko. Já, hún er það er gaman að geta labbað og eitthvað svona getur farið kalt svo getur það líka í Bandaríkjunum þannig séð, kalt heit En erum við ekki Íslendingar, við erum svona svo þjóð sem kannski ferðast hvað mest heldur að dönsk fjölskylda sé að henda sér við til Tene og einhverja helgaferðir til Nei, það er að því að þú kemst bara á meginlandinu sko, eitthvað annað það fara þau bara til Berlínar bara heldur að stemningu hendur sér í bíl og kera til Berlínar Dani er ekki bara eins farið frá Köpen til Berlínar er þetta ekki bara eins og Ísland Köpen Já, góða við einhvern veginn að vera Íslendingur og fara úr Reykjavík eða bara, þú veist, af Íslandi er að, þú veist, Íslandi er svo ólíkt, þú veist, Reykjavík er svo ólík þessum borgum sem maður er að heimsækja Já. Ég átt sagt það líka eins og þegar við höfum verið á þessum ferðalögum sérstaklega vorum að gera seríuna framkomu að það rennur svolítið í eitt það er alltaf svona, miðbær og það er eitthvað gata sem er svona laugavegurinn hjá þessari borg og það er eitthvað dyggudu og veitingastæðir og svona en Köpen er kannski, það er samt striki já, vissulega ég mælu nú ekki með að setja mikið þar með krakkana nei en að forða strikið þess að þú getur sko ég myndi bara negla mér í einhvern góðan róló maður og Þú varst að tala um einhver páagöggaróló getur maður bara að fengið sér ískaldan bjór þar páagöggar er einhver svona páagöggaróló Var ég að segja það? Já Þetta er heita sko, þessi róló var heita eitthvað legrafspækin og það er bara svona kort skilur af þeim og það sem þú ert að gista það eru tveir bara mjög nálægt og svo er einn nálægt tífólínu sem er geggjaður sko þannig að já, þú mátt alveg taka ég held að meira alveg taka bjór þangað og kaupa bjór Túli er alltaf léttur og ég fann það í útilegunum að fólk var mikið með Túli og var á hrósunum fyrir hvað hann er léttur og góður Og við erum í boði Ormsson og þar mæli ég sérstaklega með Dyson ryksugunum sem eru æðislegar. Þetta ljós sem lýsir rykið og þú sérð það fara. Þetta er einhvern veginn vara sem ég vissi ekki að mig vantaði fyrir en ég fekk hana. Og það var svona matabóðum helgina að farðu út í búð, keyptuðu kassa af mjúkís fyrir fullanda fólkið og svo pólís fyrir krakkana. Auðvitað mega allir fá alls konar. Fullanda fólki má fá pólís og krakkanir mjúkísinn. Og ef þið finnir fyrir því núna að þið nennið ekki elda í kvöld, pantið Dominos. Það er einfalt, þægilegt og gott. Sjálfur er ég að vinna með margarítuna. Ég hef svolítið verið að tala um bílanami, eitt sett kúlunar, það er gott bílanami. Hafið þetta bara einhverju góðu hólfi og verið að gæða ykkur á þessu. Kannski svona 5 kúlur á ferð. Nei, það er ekki að selja hann á rólónu, sko. Nei, ekki að það er ekkert að skiptir ekkert máli, það er ekkert alltaf að vera dæli mig, sko. Nei. En svona En alltaf læg. 1-2. Já, einhver svona með krökkunum. Já. Já, ég öfundaði sko þannig að þetta er svona seinasta sumarfríð og svo bara byrja rútínan, ég meina skólanir eru bara að byrja eftir bara nokkra daga, bara 3 vikur bara rútínan dottin í gang og hérna. Hefur þú fengið einhverja svona upplýsingar um það? Nei, ég hef ekki fengið neitt einasta tölvupóst um að skólinn byrji eitthvað. Nei, ég spurði bara chattarann. Já, en ámar ekki að fá eitthvað svona sérstaklega þegar barn er að byrja í skóli fyrsta skipti. Eitthvað svona, jæja þetta eru undirbúningsnóturnar. Ég Vesturbærin ekkert að senda þetta? Nei. Það er lélegt sko. Þetta er samt bara, ég hef mikið Reykjavík borgu á þér sko.
Já, samt svo fyndi hvað þetta er eitthvað skipt milli skóla sko og er ekki líka fríin ofta eitthvað svona frí hjá eða hvað er það kannski samrýnd vetrarfrí byrja á saman tíma og eitthvað svona eitt sem ég sagði við Völu fyrir þennan vetur að við ætlum að reyna duglegri að svona horfa yfir veturinn og svona plan okkur Já, það er sniðut. en gallin er samt, þú veist að ég er í vinnunni sem við erum í og Vala er að fljúa sko hún veit ekkert hvernig skráin verður Nei, hún getur Fram í samt tímann, sko. requestað eitthvað, ekki? Jú, það er samt erfitt eitthvað við ætlum að fara hérna í dundung frí eitthvað bara eftir 3 mánuði þú veist, það er líka hægt sko þannig okkar líf hefur alltaf verið bara svolítið svona við tökum ákvörðum bara last minute og bara eitthvað Það er ekki allt í leið. stökkum eitthvað, já ég öfunda fólk sem er bara svona veita fyrir frí hérna, ok, þá ætlum við að gera svona svo koma jólin og þá ætlum við að gera þetta svo og vita svona fram í tíman svona, Já, það er svolítið held ég launamaðurinn. Eða svona þessi svona rútínu 9 to 5 já, típan, sko. rútínu launakallinn sko Hann er þar, sko. Hann er búinn að plana tenni fyrir 27, til dæmis. Búið að borga já, mögulega sko og búið að jafnvel panta veitingastað, sko. já, ég held samt líka að þetta sé svolítið íslenskt við erum ekki nógu duglega að plana okkur, líka launamaðurinn sko við Íslendingar eru bara svona last minute með allt Já, það er bara, nú er bara komið frí þá bara förum við og gerum svona eða bara eitthvað eldum veðrið, það er líka mjög klassíst eitthvað svona bara svo, bara skýrðist þetta með Vestlumann helgina, það var bara eitthvað svona annarkot, maður fann að var smá samkemni um milli, Akureyrar og Vestmannaeyjar Já, illa veiða Sigga Stormfast. Illa veiða. já, Hann er góð kall. hann er góður kall sko en svo datt veðrið Vestmannaeyja megin Já, líka Akureyrar megin. já, þannig að fólk beið með að þú veist, ég held að fólk sem býr í heitara löndum þú veist, þá er bara alltaf heitt eða það er bara alltaf svipa veður Já, þú ert vantarlega þá að flýja góða verið, svolítið. já, kannski geti við Þetta er eins og Spánverjarnir til dæmis. Þeir bara í ágúst, það er svona þeirra sumafríði á Spánverjarnum er í ágúst. Og þeir alveg flýja borgina og fara bara beint út að sjó. Bara sjór. Já, Breeze. já, það er of heitt inn í meginlandi Já, þannig að það tæmast allar borginnar inn í landi, sko. hvað er orðið of heitt? Erum við komið þá í 28 eða 30 plus eða 35 plus er orðið of heitt, sko. það er rosa heitt sko manstu ekki hvernig þetta var þegar við vorum í hérna, Dubai, ég get ekki hægt að tala um það sko því ég En bara, það er meiri vissi raki, ekki. eða ekki? er það effektin sem kemur þegar þú lappar út af hótelinu Og þú verður sveittur. bara strax Já, bara, já, það er effektin, sko. Það er lítill raki á Íslandi til dæmis. Þegar það er rosalega heitt og svona, Já. finnur ekki fyrir þessari köpnunartilfinningu. nei, en myndir segja að veðrið á Íslandi og svona byrtan og svona þetta helst oft í hendur sko ég á vini sem vera svolítið svona þunglindir svona þegar byrja svona að hausta Já. að byrja svona dimmt úti og svona byrja að kólna hefur þetta áhrif á skapið í þér svona Nei, ég get ekki sagt neitt, það, pælur ekkert í þessu Nei, mér þykir rosa svo gott að fá myrkrið sko á kvöldin. já, nú er nótt Nú er nótt og einhvern veginn svona nætustemningin. já, svo En gerist svo er líka óslega gaman þegar það er júni og það er einhvern veginn allt bjart og... Já, nei, þetta hefur enginn áfram. ekkert svona á skapið þitt Nei, en þitt. nei, ég hef Nei. aldrei gert það sko En ég held þetta sé eitthvað sem að margir díla við sko við eigum nú góðan sameiginlega vinn ég ætla nú ekki að nafngrunna hann sem bara hann er bara eins og jójó bara þegar kemur þessu bara kemur sumar og fær hann svona sólar kvíða og þú veist þá finnst hann eins og þurfi að gera eitthvað af því það er gott veður og þá bara eitthvað svona ok, nú verðum við að fara eitthvað og hoppa á einhvern læk eða fara með krakkan út á land eða skilur Já, þá er hann með svolítið FOMO, gagvart öðrum líka. ég held að það sé ekki FOMO er þetta ekki meira eitthvað svona þú átt að gera eitthvað skilur út af því að það er svo gott veður En það er uppeldið okkar er nótskurð, sko. Það er Hvað? bara, það er gott viður út, ekki vera að húka hérna inni. Já, það er þú veist, gott viður. já, Nýta það, tækifærið, drullar út. en ég held Var ekki alla svoleiðis við þig? ég man það ekki, ég var nú bara svolítið mikið úti sko nei, ég held sem meira sko að vera foreldri og svona upplifa á sér ekki að gera eitthvað það skilur búa til einhverja Já, minningar ég og sammála, fara á já. einhverja laut ég á einn vinn á Facebook sem er óþólandi sko ég gæti alveg nafngreitt hann sko en hann er allt of duglegur bara
eins og núna í sumar, hann er hoppandi fram á einhverjum klettum með krakkana og hann er komin í eitthvað björgunarvesti og er á einhverju jetski, á einhverju vatni og er bara út allt á einhverjum svona erfiðum stöðum, svona inn í Þjórsárdal og inn í hana, hvað þetta heitir hana, sem er alltaf verið að hlaupa hana Laugavegssvæðið og hann er þar með krakkana upp á einhverjum hólum og hæðum og út, bara mjög aktífur sko. Og svo kemur vetur og þá er hann bara á skíðum alla dag og bara og ef ég skoða hann að því hann greinlega er mjög ofalega í fítinu á mér, þá fæ ég alltaf bara svona djúðlarstu mikill aumingi að vera ekki að hoppa fram einhverjum klett með krökkunniðinum og búa eitthvað til og skapa einhverja minningar og... Já, en heldur þú að hann sé í einhverjum svona meiri hluta? Eða, þú veist, það eru sumir sem kannski sína ekkit frá þessu, þú veist, öllu þessu skemmtilega. Já, eins og ég gerir fullt skemmtilegt með krökkunum og heiðu í þessari litlu ringferð okkar, en ég var ekki alltaf að sína frá því sko. Nei, en þú veist, ef þú værir að því þá var ég pirraður, skilur Já, er það þá ertu bara öfundsjúkur? Já, bara þetta er ekkert nema öfundsjúki Já. Þú veist að maður sé ekki að gera nógu mikið En maður finnur þetta sjálfur. Ég þurfti endilega, við fórum saman á kajak, ég þurfti endilega að taka það upp og setja það á Instagram og eitthvað svona. Akkur gæti ég ekki bara slaka og notið þess að vera með þér á kajak? Montras. Já. Montrasast. En ég var samt meira að hugsa eitthvað svona efni. Ég veit gott efni fyrir hlaðfréttir á Instagram eitthvað. En heldur þú munur einhvern mann sem gamalt kall opna bara, þú veist, Apple Photos eða hvað þetta heitir og bara svona skoða allt bara svona, hérna, vídeo, já hvað er þetta? Nei, aldrei. En ég held að þegar við erum gamlir þá eru komið þannig fítus að þú eitthvað svona getur ítt að eitthvað svona lifespan þá bara byrja vídeo sem að lífið bara þetta er rosalegt og þú er bara það að grafa bakkanum sko. En þá þarf maður duglur að taka upp Já, við erum ertu ekki alveg duglur að taka myndir? Ég er mjög duglur sko og vídeo líka þó þú postir því ekki sko Ég vissulega, já, ég er mjög duglur sko ég en sömi taka alltaf vídeo svona í svona Instagram forminu skilur ekki landskeip skilur ég er alltaf að minna eins og völu á það takt upp vídeo svona í 16.9 þannig að við getum setta í sjónvarpið og svona Já, einmitt heitir svona meira takmarkandi sko Já en já, ég reyni það og ég reyni líka að setja mig reglu því ég hafði svo gaman að því þegar maður krakki og en það pappi keypti einhver svona VAF-AS myndavél svona upptöku vél einhverja alltaf að taka eitthvað upp og það er svo fyndið að skoða þetta því að, þú veist áðurna snjallsímar og svona urðu vinsalir að þá áttu sumið svona upptöku vélar og það var bara eitthvað barnaamæli eða einhver event eða utanansferðir eða eitthvað þá ítti pappi bara rekk svo bara kannski rekk í korter svo bara labbaði með myndavélina og farið á sófanum og á næsta og súmaði inn, aldrei tekið af rekk og svo labbaði með kameruna inn í eitthvað barnaherbyggi og súmaði það einhverja Lego þaðan út á pall og það er einhver frostið frendi eitthvað að drekka kampaðinn og þessi og þarna er pappið þinn ekki að pæla í contenti skilur við? Jó, eða ekki Nei, hann er bara að gera eitthvað Nei, hann er ekki pælið í að deila Nei, ég er að meina það, já, content deila Já, það var bara búið minningar, skilur við sem maður getur skoðað og svo var þetta sett í hérna einhver svona möppu og mert eitthvað svona jólin, eitthvað 98 og eitthvað svona þannig ég hef reynt að setja mig sem venju að taka upp svona myndbönd, skilur við þegar eru barnaðamæli og krökkunum eða eitthvað að gerast að íta bara rekk og lega bara kamerun að rúlla ég stundum skoða þetta að fyndið maður heyri einhverjum samtöl einhverjum svona tala ég er gaman að því sko Já, en ég er sammála ég hvet þig líka til þess að gera það eins og núna í Danmörku, þú veist, íta bara rekk og elda bara krakkana bara langan tíma, bara eitthvað þau segi eitthvað og eitthvað djöflast eitthvað Já, ég ger nú eitthvað þessi útilögunni það bara tók ég eitthvað svona algjörlega bara upp síman og bara með rekk í smá stund og við erum bara að labba á klósitið eða eitthvað, það var ekkert merkilegt sko Já, það er skemmtilegt sko Já Það er mjög gaman og ég gaf mér líka eins og með myndir af okkar vinahóp og svona þeir eru yngri það er alltaf fyndið að sjá þetta sko Geðveikt Hvað maður hefur Já, vissulega elst þú veist, en við erum líka ég er líka smá þakklátti fyrir það að þú veist, þegar við vorum yngri, bara svona eins og í Versló og svona upp úr að þá voru upptökurnar svo ógeðslega lélegar að það er eiginlega ekki til þú veist, vídeo í fullri upplausn af okkur sem úlingar Já, og líka bara á þessum árum þegar maður var að djama og var eitthvað svona þú veist, það er bara, sem betur fyrir bara það er til, en það er bara þú veist,
það eru verri gæði heldur en bara á gömlu devaf Ég vídeóvélum, veit, ég man sko, það var enda svolítið hröð þróun á myndavéla símum á þessum tíma svo kemur iPhone náttúrulega bara 2008 eða eitthvað og það er bara svona algjör bylting ég átti svona Sony Ericsson hvítan, maður eftir honum hann var bara svona hannaður sem að þú getur gert svona og ít á rekk en en hræðilegt sko, hræðilegt en hann kostaði mikið, ég fekk hann í velun á Vestló-vælinu eða eitthvað já, ég man, já, akkurat en núna hafa síma svolítið svona staðnað skilur, nú er ekkert eitthvað brjálaði munur á eitthvað iPhone, ég man ekki sem hvað heita 15 eða 14 eða 13 eða 12 eða eitthvað kannski meira hraði, batteri þannig að hvað verður svona næst auðvitað verður ný bylting þetta er ekki bara stopp hérna, þetta verður ekki bara svona í 40 ár nei. Hvað verður næst? Verður það bara eitthvað sími sem að hvað er hann að gera? Hvað ætla Apple að gera? Nei, ég meina datt þér í hug að iPhone datt þér í hug þegar þú varst bara 14 ára með þinn Nokia síma datt þér í hug að þeir eru svona snertiskjár Nei voru til snertiskjáir, almennt bara einhver snertiskjár eitthvað snert Ég var ekki svona í hraðböngum eða eitthvað Nei, það var aldrei snerti, það var alltaf svona var ekki, áltakkar á hliðunum voru ekki einhver svona sjónvörp sem maður gæti eitthvað svona potað í eitthvað svona Jú, en ég held þegar við erum kannski 13 ára þá var þetta meira svona áltakkar en hliðunum svo ítur það þá Já, en svo er ég samt að segja líka stundum langar mig bara í heiðarlegan takka þegar ég kemur inn í Tesla það er bara eitt skjár og ég þarf eitthvað svona að hækka í bara hitanum í sæt eitthvað, bara gera eitthvað það var inn í eitthvað bum, tang, pum þá er mér þægilega að hafa bara eitthvað svona hér er takki fyrir þetta, hér er takki fyrir svona þessi takki gerir þetta en ég held að takka símar séu ekki að fara að koma aftur þú veist að, ekki nema þú veist að kynslóðan sem er yngri en við, þú veist bara eins og börnin okkar og svona, að þau bara svona afneiti bara ruglinu sem er í gangi já, bara, þú veist, takki aftur upp bara eitthvað takka síma og ég veit ekki, já. bara svo við gerðum mást ekki alltaf náður vínilplötur spilarar óslega vinsælir þegar við byggum saman á Bárugandunum þá voru alltaf með svona vínilspilarar í nýju stofu og settum eitthvað á einhverja vínilplötur og já, svo datt það eitthvað út já, það var ekki langt líf í þeirri dellu en tónlistamenn voru að gefa út eitthvað svona á vínil það er bara stutt, það eru ennþá því sko já, en það hugsaði hver á vínilspilara ég á þannig, en hann er alltaf lokað bara í já, hann er ekki svona stofutjást heima þeir heiðar ekki að dundrennu vínil á kvöldin og aldrei sko opnin túli og spjalla saman yfir vínil en þegar þú segir það, ætti maður bara að gera það nei, en hvað er þá í dag skilur það lítur að vera eitthvað í dag bara inn á heimilum sem að börnin okkar muni svona má ég fá að eiga dugg eitthvað svona og við eitthvað hvað eiga það skilti og verða svona eitthvað gera svona það er ekkert nei þetta er allt bara inn í einhverjum Apple TV-um og einhverjum skýi og það er alltaf kynslu ömmur okkur afa þegar þau fjallu frá og þeir sem eru fallið frá eitthvað svona þá er dipsað eitthvað skilur það er alveg afi hafa með svona ritvél ekki veit svo hvert hún fór en það er bara svona eitthvað svona algjört stofutjást þú ert ekki að nota hana sko já, þannig að við eigum ekkert þú veist nei, en svo fyrir aftur til mömmunar og pappa þegar þau fara á öllu heimili og bara ætla að selja allt raslið eitthvað hvað viltu fá frá þeim? Þau náttúrulega áttu vínilspilara og geisladiska og eitthvað svona drasl skilur viltu fá það? Ég fekk vínilsafnið hjá pappa mann ég þegar það fór að vera í tísku eitthvað svona og var með það niður á Báruganda það sem við byggum en þú veist ekki nema börnin fara að rífast í hver fara aðgangað iCloudunni hjá mér eða eitthvað það er ekki svona hlutur nei, það er ekki neitt skilur þannig að nei. eitthvað svona, ég verð að fá hjá afa hérna það er frekar einhver svona sentimental borðbúnaður nú er ég bara fabulegur eitthvað sko bara kínastellið eða ég veit það ekki maður nei bókahillan, bara alla bækurnar bækur eru hortnar út á heimilum Ert þú með bókahill heima þér? Nei, meira svona fake bókahilla skilur það er bara svona nokkra bækur til að það er flott skilur já, en þú ert ekki með svona bækur sem þú gluggar í á kvöldin nei, ég var með eitthvað pæli í þessar hillu sem við erum með
ég fór í sko góða hirðin og ætlaði bara að kaupa eitthvað svona sapn Já, bara svona eitthvað bara já, til að hafa bara að því það er flott Já, svo var ég bara eitthvað að byrja að kaupa og ég bara, heyrðu, þetta er eitthvað skrítið ég ætla ekki að gera það fannst þér ekki aðstæðalt að vera bara með einhverja bækur og já, ég hugsaði að það er eitthvað að vera eitthvað sem maður tengi við eitthvað svona, en Já, þetta var bara eitthvað sko, drasl og það kostaði þetta pening og ég bara ég hætti við þetta, ég ætla bara að hugsa þetta aðeins lengur Nei, þið meiri sæði dagskilur bara eins og þú veist, myndaalbúmin sem eru heimi á foreldrum mínum bara af mér og mínum systkinum þú veist, það er svona þú veist, ekki peningavaljú í því en það er svona það er hlutur sem getur snert skilur og flétt í gegnum og eitthvað svona en þú veist, þetta er bara allt í fucking símanum í okkur já, þú veist, og þá þarftu iCloud passwordið, þarf maður ekki að skrifa það einhverstaðar ef þú fellur frá, ég bara ef eitthvað gerist það er betra jú, það er betra, hafa það sendið þú mér ekki einhvern tíma alla þína svona upplýsingar í einhverju manju áður fór ég eitthvað flug já, örgulega eitthvað, jú, fyrir drauminu fyrir drauminn sendur mér bara eitthvað hérna er allir upplýsingar, iCloud, passwordið press. En þú hefði nú frekast að gera það þú varst nú bara stattur í svörtustu Afríku sko. Ég var bara eitthvað í Ástralíu og Nýja-Sjálandi Þetta er nú fordómar það er nú ekkert hættulegra það heldur en einhver starfans þar það er ekki raskat hættulegt í Afríku það mér Þetta er hættulegra í Afríku heldur en eitthvað á Nýja-Sjálandi eða Ástralíu Hvað mennur þú veist, hvar í Afríku er hættulegra? Bara alls þar? Nei, Jú, það er bara ég var bara í Eþjópíu í bara City of Peace það er bara, var enginn að brjóta sig sko. Byrju, þú varst nú bara í Afríku í eitthvað hættulegasta hverfi í heiminum eitthvað með kameru og eitthvað Já, það var í Suður Afríku sem er land, skilur svo fór ég til Zambíu og það var bara stemning og... Nei, ég bara segja Þannig að þú heldur að segja ekki hættulegra í Afríku heldur en í Ástralíu og Nýja-Sjálandi Hættulegra er sem hvað? Að verða rændur bara meiri líkur að þú deyr meiri líkur að degi bara malaria, ljón flóðhestar Já, en minna sett í samhengi bara við Bandaríkin er ekki ofslega líklegt að þú sett bara skotin þar hlutfallslega heldur en að vera bara í Eþjópíu það sem er ljón Það er mjög sjálfgeft að ljón borða einhvern sko einmitt Já Þannig að þú varst ekkert smekar lífið Jú, ég var með fordóma skilur Jú, að þetta er langt í burtu og þekkir þetta ekki og veist ekki hvert þú átt að fara og ert bara einhver staðar og kannski símasambandi ekki gott og netið lélegt auðvitað með svona uggandi en þegar þú ert á staðinum þá varst aldrei hrættur þannig sko Aldrei? Jú, þarna fyrstu dagana í vondakverfinu í Suður-Afríku þá var ég alveg svona hrættur við vorum þétt saman við stóðum öll saman Meðvitaður sko Það eru örugglega margir sem eru að pæla að grilla á næstu dögum og ef þið erum til dæmis með ilmandi góða nautalund þá mæli ég með að fara út í búð og kaupa ykkur Cape Herb & Spice krydd kæjungkryddið, prófa það á nautið það er eiginlega sturlað Happdrætti Háskólans er að sjálfsögðu vanlegast tilvinnings tryggið ykkur miða, þetta er skemmtilegt, þetta er einfalt og þægilegt, kynnið ykkur þetta á hhi.is Fáum það sem við elskum sent heim Já Það getur verið ískall líka að gera heimkaup.is Getur líka sótt þetta í mjótina ef þið eru á leiðinni þangað Við þökkum Víkuverk fyrir frábært samstarf í sumar Þetta er búið að vera frábært með þeim Já, ógeðslega næs og bara uppblásin tjöld ef þið eru að hugsa uppblásin tjöld þá farið í Víkuverk Þetta er ógeðslega þægilegt Þú veist, óhandlægin maður eins og ég var sko 10 mínútur að koma öll draslinu En svo var ég aldrei eitthvað en svo var maður ekkert eitthvað einn á stangli Þannig að Nei, það myndir að segja að Bandaríkin væri bara hættulegur heldur en bara Afríka Þarna ertu Afríka heilt yfir þekki ég náttúrulega ekki Ég heldur getur farið á miklu hættulegur stað en heldur ég fór á sko Hver er þá bara svo hættulegasti staður í heiminum til þess að vera á? Fyrir utan einhver svona stríð lönda sem er auðvitað einhver stríð skilur Er engin svona borg í heiminum sem þú átt bara að ekki farið í þessa borg þá bara ting þá þarftu sko að senda Apple passwordið og bara allt rastlið bara á benna og... Sko hættulegasta borg í heimi en þá kemur þetta að það er náttúrulega hvernig þú metur hættulegasta en Port-au-Prince er talin vera hættulegasta borg í heimi Leðilegu titill Já Hvað er hún? Port-au-Prince Þetta er einn staðar í Ég bara er ekki alveg sko eitthvað svona kyrra Haiti Largest city of Haiti Já, er hún hættulegust?
Já, og svo kemur Colima sem hljómar svona eitthvað suður-amerískt sko. Kólumbíu, Er það í Kólumbíu? held Nei, það. Mexíkó. Mexíkó. Svo kemur Ciudad Obregón. En ástæðan fyrir þessu sem ég er að segja er að það er mortíðni, ofbeldi tengt eitulífja hringjum og gengja ofbeldi. Já. En svo getur einmitt horta á líka Gaza City og eitthvað svona. Já, sem bara svona augljóslega. En Port-au-Prince, Haiti, er bara Port-au-Prince. efst á listanum glæpir, mortíðni, hættulegast. Einmitt. Þannig að ekkert Afríkuland var þarna á listanum sko, svo far. Nei, er þetta bara fordómar í mér? Ég held að margir hugsa þetta, ég held sér bara að þú þekkir ekki hlutina. Nei, ef ég sæi ljón sko, ég er skítræddur. Já. Ég meina, ég var í svona nái við hýjenu. Ég var alveg... Hún getur bara bitið í Já, hálsinn og ég tók mikið sjens þar. Já, þú ert svo hugaður maður. Nei, ég er það samt ekki sko. Ég bara, þegar þú ert komin á staðinn, þá allt í hennu bara fattaru, heyrðu, hvað er að okkur Íslendingum einhvern veginn að vera með fordóma fyrir þessu? Þetta er bara æðislegt. Fólk að lifa lífinu og allir glaðir sko. Nei, er það ekki bara einmitt þetta? Einhver dýr og einhver malaría og eitthvað? Nei, það var alveg, áður fór í draumi var alveg fundur það, skilur, herri, við þurfum að hafa lífvörð og eitthvað lífvörð og svo þegar maður fór að tala meira við sko aðstofa fólki úti, það var bara eitthvað nei, við þurfum ekki lífvörð, hvað, nei, við erum ekki En voru aldrei vopnaðir? Varst aldrei bara með skambissu bara eitthvað í bakbókanum? Ég? Já, bara einhver á ykkar stærum, Pétur eða Sveppi eða eitthvað. með hafa bara hákvæmt tökum með piparúða hann einu sinni. Það var einhver manni að því að nei, vopnar, nei, þetta bilaði maður. Vasanhníf? Nei, ég var ekki eins og með vasanhníf. En svo í Íslandi, ertu með haglabissuna nálægt rúminu það? Það má ekki fannast. Maður er bara með henni læstri hirslu inn í geimslu. En ef læsta hirslan er bara hliðin á rúminu? Má ekki. Má ekki? Nei, ég held kannski, það var að vera bolta niður. Skápurinn það var að bolta niður í gólf. Það skápur hann bolta niður í gólf? Já. Og ég veit ekki, ég held að meðlega vera í Svörnberginu, en ég veit ekki. Nei. En flest allir eru bara með í geimslunni. Ok. En ég er svo áhugasamur sko þessar Danmörkuferð ykkar af því að þið ákveðu þetta í svona mikilli svona, ég er ánægð með ykkur sko, svona hvatvísi, það var smá fannaslegt af ykkur. Hvaða væntingar ertu að gera til Köpen og frísins? Af því margir fóreldrar tala um eitthvað svona þetta var nú ekkit frí sko, maður var nú bara að sinna þeim allan tíma skilur? Væntingarnar eru bara þær sömu eða, ég gæti allt eins verið í Reykjavík skilur, ég er að fara að gera sama maður þræða rólóa eða fara í eitthvað hoppa hún í sjóin skilur, þannig að það er ekki kannski eins mikið pressa á því að gera eitthvað stórkostlegt skilur, en maður klukkar í tífúli og dýragarðin skilur, en það er ekki pressa á að gera eitthvað meira, það er ekkert ákveð. Nei. Og svo er þetta þannig börn skilur og þau eru bara með heldur glöð með róló, þarf ekkert oft meira en það. Þá ertu í heaven sko. Já. Hugsaðu oft sko að sagði þú ekki að Birta verið rólusjúkundaginn? Nei, þú sagði það ekki, hann rannar. Já, en ég er að segja sko þetta er eitthvað sem við ættum að gera betur innan heima. Ég hugsaði alltaf, ég fyrir Svíþjóðar eða Danmörkur að þessi rólóar í Danmörkur, þetta er ekki eitthvað flókin smíði, þetta er bara mjög venjulegi rólóar, þannig þannig að við gætum þetta alveg. Við gætum alveg bara sett bara 20 geðveikt næs rólóa bara hér og þar Reykjavík. Þær eru á Akureyri maður. Já, þú hefur sagt þetta áður. Það er, sko, þeir eru að gera eitthvað á Akureyri. Ég bý ekki þar, ég bý í Reykjavík, skilur við. Ég veit við getum eins að vera með einhver svona rólóa sem væri sko á vetuna með einhver svona yfirbyggðu svona heitu skíli, skilur við. Þannig að þú getur alltaf farið út en ert samt einhvern veginn í hlýju umhverfi, skilur við. Já. Ég veit ekki alveg hvernig þetta yfirfæra. En þú getur meira að hugsa þetta sem bara svona knatthús. Það er kalt inn í því en það er ekki rók. Nei, ég meina hvað er verið að eyða miklum pening í þessi knatthús bara hægri vinstri og það er ekki að henda upp einhverjum 10 rólóm. Inn í knatthúsið? Nei, ekkert inn í knatthúsið. Ég segja bara minni knatthús, meiri róló. Já, yfirbyggðu róló. Já, eða eitthvað svona. Og rólóan þarf líka að vera þannig að þú getur svona smá chillaðar, skilur við. Bara farið, sest niður. Þetta er svo,
ég ætla ekki að segja þessi óþólandi, auðvitað á að vera gaman að leika við börnin sín og svona, en stundum vill maður bara fara róló, þið leikið ykkur og ég ætla bara að fá að sitja hérna Í símanum. og bara dumskrolla þannig að ég er heimskur og bara helst leggja mig aðeins og bara svona út. Já, þú getur gert það á Akureyri. Eins og ég segi, þau eru bara með eitthvað framleiðanda, pólskan framleiðanda á sínum snæðurum sem kemur bara og gerir flotta rólu. Við þurfum að tala við einhvern í Akureyri, hvernig fór það þessu? Nú veit ég ekki alveg hvað að tala að því ég hef ekki séð þetta. Hefur ekki trætt róluna þar? Nei, það er mjög langt síðan. Er það ekki eitthvað verkefni bara sem þú getur tekið það í næstu hugu? Að fara til Akureyri, nei, það er eitthvað hérna, fótboltamót Akureyri. Já, líka skýta viður. Já, þá ekki vera gott viður, sko. En hver er svona besti rólóin á Íslandi, eða þú veist, í Reykjavík? Það er bara eitthvað leikskóli eða eitthvað færð þangað og verðt eitthvað það er bara þannig sko. Já, en svo er ég líka bara ég er að binda vonu við það einhvern veginn að bara skíða sísonið byrja snemma, bara byrja bara í svona miðjan nóvember og Er ekki svona 10% slíkur? Nei, minna sko Minna það? Já, en það var einhver að segja að það ætti að geta að byrja fyrir sko en það er einhver svona pólitísk ákvörðun fyrir því að byrja seinna sko Nú, ég veit ekkert hvað er að segja. er það þá varandi snjóvélarnar eða? Já, ekki þannig. Já, það má ekki starta þeim fyrir en ákveðin tíma. Ég veit ekki, ég kannski bara bull eitthvað. Já, það er gaman að heyra ástæðuna. En mér finnst það bara svo gott mission, það er bara svona að drepa tíma og maður fer eitthvað upp í fjall og eitthvað og eitthvað svona að leika sér og eitthvað. Já. Ég fór á bíó, fór í bíó, gær. Já, ég ætlaði nú að koma með þér en Herðu, ég var nú að segja þetta sko með þessa miðakaup á netinu þegar þú fer inn á bíósíðu alltaf í Smára bíó, alltaf að kaupa þér miða og ég bara horfa á skjáin eitthvað og ég var bara í símanum að gera þetta og svolítið drífa mig og ég vel bara næst efstu röðina ok en svo er mér sagt, heyrðu, þú valdir næst fremstu röðina því bíótjaldið er efst Já, stendur skjár Já, en þetta er eina skipti sem þú kaupið miða einhvern sal þar sem efstu sætin er ekki efst á skjánum, skilur eða sem þú horfir Já, ég skil Þetta er galli Já, Ég held að ég sé ekki eitthvað fyrsti maður til að lenda í þessu Það væri auðvitað rugglast En ég fór og satt þarna á öðrum bekk í Smára bíó, sal 2 Það var bara fínt Það var ekki eins slæmt uppjösti Smára bíó er að gera góða hluti, sko Og hvernig var? Sjálfsafgreiðslan samt, það var svona sjálfsafgreiðsla eða svona, mann náði allt sjálfur og það var svolítið chaos Já, en hvernig var? Þú fórst á Hún var frábæri sem mynd Ég var mjög ánægð með hana Já Ég er svona að hugsa hvað þér myndi finnast Veit það ekki, þú ert erfiður smá Hún er náttúrulega 3 tímar maður finnur fyrir því þegar hlið kom þá er það svona eiginlega tími þegar venjuleg kvikmynd er búin Já, ég hef ekki getað það í gær sko Ég er að þjásta einhver ofþreytu sko Þú mátt ekki vera þreyttur á myndinni sko Nei, ég ætla að fara á hana bara klukkan bara svona 6 eða eitthvað Já, það er flott tími En það er rosa margir búnir að sjá þessa mynd og það var smekk fullt bíó sko Já, og eiginlega allir sem ég hef heyrt í eru drullu ánæðir þú og fjölskyldan og eitthvað svona En Brynja Níelsson sagði þetta að vera ömurleg mynd og bara hann vildi labba út af henni bara eftir fyrsta korter það væri bara Hollywood klísja En er hann þá kannski svona sterkur í grískri goðafræði? Ég veit það ekki Þegar hann greinilega síður þetta fyrir sig einhvern veginn öðruvísi veit allt um þetta og bara, svo er þetta bara byrjað einhver Hollywood búið að sjú allt svona úr þessu Já. En af því að ég þekki ekki gríska goðafræði bara ekki neitt, ég fór bara á þessa mynd og vissi ekki neitt hvað ég fór að sjá og ég er bara svona að byrja það myndi byrjaði, hvað er að gerast hérna, hvað er þetta hvað eru við Já. Þannig að í hálfleik þurfti ég að fara bara eitthvað svona kort af Grikklandi Nei, ég er einn sko, ég þekki ekki grísk, ég vissi alltaf að þetta væri eitthvað grísk goðafræði sko, ég trójuhesturinn og það er það grísk goðafræði já. Það gerðist ekki alveg Eða þú veist, nei trójuhesturinn var mögulega til en það er ekki staðfesting um það skilur Þannig að sagan um hann er eitthvað svona Já, en svo eru yfirnáttúrulega hlutir í þessu náttúrulega sem er bara Poseidon, þú veist, sem er sjógvöðin Svo er eitthvað maður með eitt auga sem býr einhverjum helli Já, einhver svona risakall og eitthvað svona alls konar sko Þannig að ég er spenntur fyrir utan þannig að hérna, náinn vinnur okkar var að vinna í myndinni og sagði að Kristoffer Nolan væri skítæll Já, myndin þegar var tekin upp í Íslandi Já, en er það ekki sagt um flesta svona sem koma til landsins er einhver huge Tarantino Nei, ég meina Væri hann ekki skítæll?
Clint Eastwood var hérna á landinu og menn Var hann töluðu- skítall? Nei, menn töluðu mjög vel hann Já, hann var, já, ég held bara að þessi Nolan gæi sé algjör sko, vinnu þjarkur sko. Pælir í öllu og skiptir sér öllu og er bara svolítið svona mannískur. En okkur má hann ekki bara skítæll? Okkur þetta verja hann? Ég get að verja hann, ég bara að segja Jú, ég held hann. Ég sagði þér að náinn vinur okkar var að vinna í myndinni og talaði um að hann væri skítæll. Já, við sig. Og þá ferð þú að segja eitthvað, já, hann er bara svo mikið að vinna og hann er alltaf að vinna. En var hann að segja að öllum fannst hann vera skítall? Já, flestum fannst hann svolítið skítæll, sko. Erfiður. Skítæll er nú gott orð. Já, skítæll. Myndur þú vera reiður eða þú myndir að heyra að fólk var að segja að þú væri skítæll? Þetta er alltaf það góð maður að ég tek marka á honum. Já. Og það skemmir smá fyrir mér af því að maður í svona stöðu þarf ekki að skítæll. Ertu ekki bara eitthvað að taka upp eitthvað bíómynd og eitthvað hér eitthvað sena og eitthvað fólk eitthvað að vinna fyrir þig og þú bara eitthvað, já, takk fyrir og... Hann sagði hann að Matt Damon væri skítall? Nei, hann myndist ekki á Matt Damon. Ég held að hann hafi ekki mikið unnið með Matt Damon. Hann var meira að vinna með Nolan. Já, ég held, já, kannski var þetta bara erfiðar aðstæður. Við vorum bara í einhvern sandi og eitthvað svona vesen og allar að vera að vona því við erum alltaf, það er verið að nota rosa lítið að tæknibrellum í þessari mynd. Já, og sagan alveg heldur og þú er svona spenntur og maður að fylgja með Damon í gegnum eitthvað ferðalag og hann er eitthvað duggudu og sigrast á hverju dóti og kemur svo heim og fyrir að gráta og sendi hér eitthvað, komdu hérna og... Já, hún er minnst í þessari mynd. Já. En hérna, það sem ég ætla líka að hrósa er hérna, lofa er sem sagt tónlistin. Já. Þetta er ekki Hans Zimmer, ég var bara, þetta er bot Hans Zimmer. Er þetta ekki eitthvað gaur sem var að vinna? Sænsku gæi. Já, var hann ekki að vinna fyrir Hans Zimmer? Jú, það er svona læri faðir hans er Hans Zimmer. Mm-hmm. Og það er ekki oft sem að svona tónlistin sko fer inn í líkamaðan á þér sko. Það er samt svolítið svona Nolan í gegn. Hans myndir eru svona tónlistar heavy. Veit ekki hvernig að orða þetta. Þetta var svona... Svo Dunkirk, tónlistin í Dunkirk. Já, hún er rosalega reyndar sko. Já, þetta er svolítið þannig sko í stríðssenunum sko og svona þannig að þú hrífst með. Svo Nolan sem á hérna Inception. Já, það er hljóð sko. Já, en það er fátt skemmtilegur en að fara á góða mynd í bíó. Þannig að ég mun fara á hana på þitt sko. Já, þetta er mynd sem að allir ætti að fara á í bíó. Myndu segja þetta er algjör svona bíómynd. Færið ekkert svona í dag eftir því maður er án eldri eitthvað svona ógeðslega margir bíó svona smá svona það er einhver hóstandi liðin á þeir og það er fyrir ekki að við erum að koma hérna er lustina liðin og nei ég fæ það ekki sko. Ekki neitt? Ég hef ekki farið í bíó að horfa á eitthvað sem mig langar að horfa á í nokkur ár sko. Já, ég samt pældi aldrei í sig þegar yngri eitthvað svona öðru fólki því ég var í salnum en daginn fór ég í bíó og ég var svona meðvitaður einhvern veginn svona eitthvað hóstakast í einhverju manni 2 röðum fyrir neðan mig og svo voru einhverju unglingar á bekknum innan fyrir aftan eitthvað svona talókslega mikið og einhver fór í síman ég var svona, að þeir var svo vanur að horfa á bara allt heima einhvern veginn. Mér varst bara að vera svo mikil fókus á myndin í gær. Það var bara þögn. Það var ekkert svona, það var fullu salur sko. Já, ég er spenntur. En svo, já, ég held þessi bara að því að síðast fór ég á Toy Story skilur í fullum sal af krökkum og var læti og vesinn og vera að grenja og... Það er náttúrulega next level álag sko. Það er við saman sko. En þurfum við ekki hérna að því við ætlum að taka eina loka útilegu og meðan þú ert út í Köpen þurfum við ekki að taka þá þátt sem er, þú veist, Köpen útilega. Það er álag sko. Að ég sé Köpen og þú ert í útilegu? Það er rosa álag sko. Já, það er álag og álag. En reyna það? Já. Jú, ég getur prófað, hvað gerist? Það er ekki skemmtilegt. Og ég þá verið einhverju róló bara í beinni? Já, jafnvel sko. Það verður þá ekki strax, skilur ég, það er hann sem búin að brása. Ég get bara sagt þér hvað er besti rólóin sem er nálægt þér, þið farið bara þangað. Og ég er með græðunar. Og tekur með kippu af túli. Tekur það með út eða ekki? Jú. Kaupir í leifstuð og tekur með og Jú, alltaf. Býttar við eitthvað svona, svo góða svona búðir oft á jarðfæðum við svona, það sem er við göngugötur og svona, býttar kannski við einhvern kaupmann
hann fær kippi af túli og þú fær eitthvað danst á móti og skaldu ha in túli. Ég er bara að læra þetta trikk sko, það var einhver sem benti mér á þegar þú fer á eitthvað svona hótel, ertu á hóteli kannski 10 daga pluss, taka með þér eitthvað svona íslenskt Já, ég veist og það. láta barþjónun hafa það og ekkert byggja neitt á móti, bara gjör svo vel, hérna á móti eiga þetta að þá alltaf vera hann helviti kammó lætið hafið kaldan og Já, sniðugt. Slæta til En hann þarf þá að vera svona gaur sem að reka batterið, ef þetta bara einhver Já, helst sko einhver starfsmaður, Já, þá já. hann alltaf drullu sama. Já, bara, þú veist, gefa eitthvað svona fá okkur á móti, það er sniðut Þetta sko. er sniðut. Við ætlum að segja þetta gott, hafa það gott. Já, sömulegis, bara góða ferð út og hérna, njótið og hérna, og ef við náum ekki að taka upp podcast, ég veit alveg hvernig þetta er þú veist, það er álag allan daginn og koma öllum út Já, og já. græja og gera og svona, þá er það ekkert stress sko Nei, takk fyrir, verið sæl.